Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hér eru við borðið nokkrir mótmælendur sem eiga það sameiginlegt að hafa orðið með beinum eða óbeinum hætti fyrir ofbeldi vegna málstaðar síns. Verið velkomin Margrét Baldursdóttir, Helga Ögmundar og Daníel Þór Bjarnason. Takk fyrir. Takk. Það fer náttúrulega ekki fram hjá neinum hverju þið hafið verið að mótmæla. Það er þetta bara þjóðmorðinu á Gaza. Og það hefur einhvern veginn svona, það er mín tilfinning, það hefur ekki verið fjallað það í neitt sérstaklega í fjölmiðlum, en ég finn það svona á þessum sömu kreðsum og þið tilheyrið að það hefur einhvern veginn færst í aukana að fólk leyfi sér svona ofbeldisfyllri hegðun í garð mótmælenda. Margrét, þú lentir í óskemmtilegu atviki, tveimur bara núna. Já, bara föstudag og laugardag. Já. Og þetta eru þá bara einhverjir einstaklingar út í samfélaginu sem líkaði ekki það sem þú varst að segja? Nei, bara þetta voru síónistar í báðum tilfellunum sem voru augljóslega síónistar og í seinna tilfellunum laugardaginum þá sögðu þær væru síónistar. Og já, þetta er að aukast. Ég er mjög velvirkur límari og ágætur vinur minn benti mér á að Miklabrautin var nefnilega svo góður staður til að líma vegna þess að það er svo mikil umferðarteppa. Fólk neyðist þess að stoppa svolítið lengi við og hann sagði mér að konan hans hafi nefnt við hann eitthvað gaman að sjá hvað eru mikið að límiðum á Miklabrautinni. Þannig ég fer reglulega og endun ég límiðana þar. Og þetta eru svona límiðar eins og áhorfendur geta allavega séð þegar ég er hérna með á tölvunni minni, það er hérna boykott Ísrael og frjáls Palestína og annað slíkt. Og Rapid. Einhverjum myndi segja skemmdarverk, hafið þið fengið að heyra það eins? Já, það var ungu maður sem sást að til þess ég var að koma, eitt kvöldið var ég að koma úr ræktinni og er með þá límiða og er að líma þetta Miklabrautinni. Það var ungu maður sem hann hefði þurft að fara eitthvað í gegnum hverfið því hann var eitthvað búinn að flauta og steita hnefana mér og hann fer í gegnum hverfið til þess að leggja bílnum til að koma að mér og til þess að segja mér skoðun sína á mínum skemmdarverkum. En þetta eru skilaboðin að sjálfur segir sem eru á límiðunum, þetta er ekki límiðandi sjálfur, sem fara svona í taugarnar af fólki því að við vitum það að þetta skólast nú burtu í nokkru rigningum og er ekkert hættulegt neinum í rauninni. En þú, kannski Daniel, þú hefur komið hérna áður og ferð fyrir félagskap sem ég kalla sér Dýrið. Mikið rétt. Já, ég bara tek undir orð Margrétar. Maður hefur tekið eftir aukinni heift í garð mótmælenda oft á tíðum. Auðvitað náttúrulega ekki að alhæfa hvað er í gangi en aukningin er sýnileg okkur sem erum að mæta mótmæli og og það er bara svona augvænleg þróun að mér finnst. Þetta blandar þá kannski líka einhverju leyti inn í orðaræðu í fjölmiðlum sem að mér finnst vera orðin heldur neikvæð á köflum. Í garð mótmælenda. Í garð mótmælenda, í garð málstaðsins. Af hverju? Það er ekki eitthvað sem ég svona átta mig fullkomlega á af hverju umfjöllunin er í þá áttina en ég er svona velti fyrir mér einhverju svona ákveðnum klikkbeitum hjá ákveðnum miðlum. Ég tekið til dæmis eftir því að heimildin er svona farin að vera að mér finnst svona argari út í mótmælendur og umfjöllunin er neikvæðari þar, bara ef ég tek einn miðl sem dæmi og eins og við vitum þá því fleiri komment á miðlana því meira engagement fá þessir miðlar og heimildin sem stendur höllum fæti heldur hún sé svona grípi þetta tækifæri og ég átta mikið á því. Ekki hægt að fullyrða það en það er svona maður velti fyrir sér. Já, mín augu allavega svona sjá það að umfjöllunni þeirra hefur verið töluvert í áttina að svona neikvæðum fréttum mótmæli.
þau tala eflaust hlutleysi í sínu fréttaflutningi en ef við tölum atvik sem að Margrét og Helga lendi í síðastliðinn föstudag að þá eini fréttaflutningur frá þeim degi í sambandi við mótmæli fyrir framan utanríkisráðuneyti fána Palestínu sem fór þar á loft og samstöðinni já en engin miðill taldi það fréttnæmt að ráðist hafi verið að mótmælendum með hjólalás að vopni. Akkurat. Mér langar til að nefna einmitt sem ég fann þótti mjög athyglisvert. Það var þegar það ríðast á mér þarna á laugardeginum þar sem ég bara, miðaldra konan var bara að líma sniðgöngu límiða fyrir málstæðin að þá fyrsta sem var hrópað að mér varst það þú sem að límdir á Ormsson? Já. Það var fyrsta sem hún sagði við mig. Það er það einmitt og það fyrsta setningin, varst það þú sem varst að líma á Ormsson og þá hefur mitt bara þar einmitt verið að vitna í fréttaflutning aðgerðir mótmælenda þannig að þetta greinilega að fá lesningu og þetta að fá klikk það var ansi áhugaverður tónnin í þeirri grein mitt. Ég hjó eftir því sérstaklega að því að þarna var talaði mikil skemmdaverk og þetta hefði verið hryllilegt tjón og þetta var svona, þú veist, húseigandinn sem hafði verið í viðskiptum við þá sem að hagnast á þjóðarmorði hann svona barmaði sér í fjölmiðlum og það var einhvern veginn ekkert mótvægi. Nei. Þú hefur tekið eftir þessu líka, Helga? Já, sko, hafandi verið alin upp sem mótmælandi, ekki svona kristin mótmælandi heldur, alltaf með kjaftin opinn, þá, sko, ég veit ekki, ég man bara í gamla daga þegar maður var að, yppa sengstaðar í einhverjum göngum eða, þá náttúrulega var mjög oft áttum að fótum fyrir að launa sko. Ég hafði myndið orðað því þegar við vorum þarna föstudeginum að nú var ég ekki alveg færum að hlaupa ef að kæmi einhverjir sem að ógnuðu okkur sko og eiginlega í þeim töluðu orðum þá kemur þess að hjólinu með hjólalásinn. Sko ég veit ekki, við erum búin að vera núna í næstum 2 ár og ég svona fór að setja í stærra samhengi og lögregluofbeldi náttúrulega líka hluti af þessu og það normaliserar svolítið ofbeldi gegn þessum vandræðagemsum sem að tala fyrir Palestínu og tala fyrir Gaza og það svolítið verið að gefa tónin, já þú veist það allt í lagi að láta þetta lið heyra það og jafnvel lúskra svolítið á því sko eins og helviti stýrinu. Já, þannig að, og ég meina við erum það er náttúrulega búin að vera mótmæli þar sem að lögreglan hefur beitt alveg verulega grófa ofbeldi. Og einmitt og ekki verið sakfellt fyrir. Nei, nákvæmlega, þannig ég held að þessir virku í athugasemdum sem að einhvern veginn eiga meira af sviðinu, þessu opinbera rými sem mótmæli fara fram í. Ég held að þeir líti bara svo á að þau bara, ekki bara megi heldur eigi að setja, eins og maður segir á vondu máli, setja okkur på plats, sko. Þannig að það er svona eins og afmennskunin hafi einhvern veginn svona hægt og rólega, svona hún sé farin að hafa áhrif. Ég meina því oftar sem þú segir eitthvað sem í lagi, þá verður það í lagi og línan færist. Og ég tek bara heilsugar undir það sem Helga er að nefna að þú veist, það verið að leggja línu gagnvart þeim sem að berjast fyrir málstæði Palestínu og það verið að hamra á henni aftur og aftur og aftur og þar að leiðandi bara verið að færa línuna lengra og lengra og ábyrgðin liggur náttúrulega hjá þeim sem að hafa völdin í samfélaginu okkar. Þetta er alltaf sama mantran, þú veist, það eru stjórnvöld, það eru þingmenn, það er fólk með ítök og völd sem hafa plattformi til að básuna því sem þau vilja út og massin fylgir svo bara með. Þetta er bara mjög einföld starffræði ef maður á að nota eitthvað orðið utan að þetta og Það er alltaf eitthvað svona hundaflauta og svo koma fjölmiðlarnir og svo massir fólkið eftir. Og þá allt í einu svona fer þessum einstaklingum eflaust án þess að ég geti sett mig í hugarástand þeirra sem að er að beita ógnunum og ofbeldi gagnvart mótmælendum, þá fer þeim bara líða eins og þessi að berjast sko bókstaflega fyrir einhverjum málstað sko og við vitum það náttúrulega öll að ofbeldi er náttúrulega bara aldrei í lagi
Nei, ég menna þetta ekki stíl við þegar hópur karlmanna tekur að sér það mikilvæga hlutverk að gæta íslenskara kvenna gegn erlendum nauðgurum. Ég menna, er þetta ekki svolítið svona, hvað sé, hliðstætt fyrirbæri? Þetta svona dómstóllgötuna, ég veit ekki hvað kallar það. Sem að vaksa fiskur hrygg, mjög áberandi og mér finnst hafa verið eftir að þvert á flokka komst á koppin og ég var líka að hugsa þessar sem að riðust að mér. Ég veit ekki hvernig ég orða það, ég get ekki sagt að þessi ég hef hugsað, já, þetta manneskjur sem sigurvegarar í lífinu. Sko alls ekki, heldur hafa orðið undir. Þannig ég get ekki skilið það að þetta sé þeirra vettvangur að ráðast að manneskjur sem á móti þjóðamorði. Að það er að fengja ykkur að fullnægja út úr því. Og annað sem ég hugsaði líka var kvöldið, ekki eitt augnablik datt mér í hug á meðan að mér var verulega. Mér datt ekki í hug eitt augnablik að hringja í lögregluna. Ég miðaldra kettling með varalit. Lögregluna ætti að vera með mér í liði en ég upplifi það enga veginn. Og það er orðið svo óhugnalegt. Bara lögreglan er ekki með okkur í liði. Lögreglan er ekki með þolendum í liði og hún er ekki í liði með mótmælendum. Hún er í liði með kerfinu sem gefur grænt ljós og það erum við sem erum áþjóðalíðurinn. Og við erum að mótmæla þjóðamorði. Sko, ofbeldi gegn, segjum okkur í þessu tilfelli, þetta hangi náttúrulega enn og aftur, ég er alltaf að horfa á eitthvað samhengi. Sko, það er aukið ofbeldi gegn samkynhneigðum og trans og útlendingum og bara, þú veist, allir þessi minnihlutahópar. Maður getur haldið endalaust áfram að tala. Við erum bara ein sneiði þessari köku, sko. Já, þeir eru svona allies. Já. Og við erum bara, og svo dettur mér í hug, ég veit ekki, þetta er bara svona einhver tilfinning sem ég fór að hugsa þarna voru við konur í miklu meiri hluta til dæmis, þarna fyrir utan utanríkisráðuneyti. Og það í þessari Palestínuhreyfingu, ég veit ekki hvort það til einhver statistík það, en það er ansi margar konur sem eru svona allavega áberandi. Ég ætla ekki að fara að, þú veist, alhæfa neitt, sko, en ég velti fyrir mér hvað það skiptir máli. Og svo líka hvað lögreglan segir þegar við nálgumst hana og segir hvernig við að bera okkur að. Nú var maðurinn, hann var með hjólalás. Þannig að lögreglan var á svæðinu. Já, hún var að taka niður fánanum. Hún var að hlúa fánanum. Já. Og við förum og segjum bara, þarna var ráðist að okkur með ofbeldi. Og þá svara hann, hvað sagði hann? Já, það er önnur deild sem tekur það er ekki mín deild. Það er ekki mín deild. Ég var beðin að koma hinga til að taka niður fána. Þið verið að tala við einhvern annan. Þetta var fánadeildin. Þannig að ég held að Örn hafi spurt, og hvað er það? Það er á Hverfisgötunni. Þannig að ef önnur okkar hefði verið rotuð, þá hefði einhver þurft að drösla okkur upp inn á Hverfisgötu til að fara í réttu deildina. Hvað voru þið margir? Fjórir mótorhjól. Það voru fjórir lögregluþjónar á vaktinni, að vakta mótmælin. Það kemur einstaklingur sem að beitir líkamlegu ofbeldi með afli og við séð vídeóin þar sem að þessu svona sveiflaði áttina að fólki og að ykkur og að keyrir inn í þvöguna á hjólunum sínu og það fór hann svona ónot maður hugsaði með sér, þú veist, ef hann hefði verið á mótorhjóli eða ef hann hefði verið á bíl þá svona, það víla ekki fyrir sér að bara svona, já, hann ætlaði að meiða það var nokkuð augljóst en á meðan þessu, þegar segir mér, á meðan þessu stóð þá voru 4 lögregluþjónar þarna að eitthvað svona byggsa við fánahnútin og ljósmyndari sem var að taka myndir af því að það var að flagga palestíska fánanum. Þetta fikk enga athygli. Fánin það var fókusinn. Bæði hjá lögreglunni og þarna ljósmyndara blaðamanni heimildarinnar. En þetta er aftur, það er bara búið að leggja þessa línu, það er í lagi að útrópa fólki sem er gegn þjóðamorði og það er í lagi og dómstólar Héraðsdómur Reykjavíkur hefur bara lagt þá línu skýrt að það er í lagi að beita fólk ofbeldi sem er að mótmæla þótt að sé að nýta stjórnarskrárvarinn rétt að það er bara búið að gefa grænt ljós á það. Það er bara búið að byggja það inn í kerfið. Og þetta er bara, eins og ég var að segja á þann, stjórnvöld eru bara búin að leggja þessa línu og
ábyrgðin liggur þar. En hvað eigum við þá að gera ef við verðum fyrir ofbeldi á mótmælum? Velmeinandi vini minna rættingar sem ég skil. Ég hef ákveðna samúð með því viðhorfi að þannig ekki taktu í rólega núna. Vel aðeins róa þig, þú veist, ekki. En við viljum ekki missa þig í hendurnar á okkur fullum líð. Einmitt. Og ég hef samúð með því, en ég fæ svo flashback tilbaka. Ekki klæðist upp, ekki láta nauðgast, ekki ögra kallmanni því þá var hann reiður og lemur þig. Hvað getum við gert þegar við erum beitt á ofbeldi? Ég veit það ekki. En náttúrulega taktikinn hjá þeim sem að beita þessu ofbeldi, sama hvort það sé almenningur eða lögregla, eini tilgangurinn með því að reyna að þagga niður í fólki. Þetta er bara fasismi 101, sko, það bara verið að reyna að þagga niður í fólki með því ógnaði og beita það ofbeldi. Og það er allavega fyrsta sem kemur upp í hausana mér þú kemur með þessi spurningu hvað að gera, öskra herra. Ég er þar. Af því að ég ætla ekki að láta undan þeirri pressu og ég fengi þessi komment frá ættingjum og vinum líka. Þarf þú ekki að fara að róa þig? Þú ekki að fara aðeins að ég veit ekki hver þess ættinga ég á. Það er enginn sem við alveg saman. Nei, fyrirgefðu, ég veit það það ekki. Maður er ekki að fara að, þú veist, ég get náttúrulega bara að tala fyrir sjálf mig að ég er ekki að fara að hætta, mér er Margrét ekki að fara að hætta, ég efast að þú sett að fara að hætta. En það er bara það sem er verið að reyna að ná fram, þú veist, með ógn, með ofbeldi. En það komið svona önnur tilfinning í líkamann. Það kom önnur tilfinning, ég fór út á sunnudeginum og ég fann að ég var hræddari. Já. Það er auðvitað það sem þetta gerir. Já, og það er náttúrulega það sem þau eru að reyna að gera. Já, við erum talað að bara reyna að vera meira saman. Það var ekki þvælast eitt og eitt. En ég heldur ekki til í það. Nei. Ég er líka ofta að koma rættin á þægilegum stöðum til að líma. Það er bara að geta labbað og límt límið á rafmagnskassa ef svo brundur. Ég held að það sé alveg óhætt að segja að það sé í lagi að líma auglýsingar á rafmagnskassa og ljósastýra, þetta hefur verið gert árabil, það komin svona ákveðin hefð fyrir þessu. Já, eins og segir réttilega að það kemur rigning og þeir fara af þess vegna fyrir endunni og það er voðalega lítið gert í því að reyna að plokka það niður á Miklubrautinu. Já, ég held að það sé ekki, ég held að sé verstafalli sagt að ef að ég veit ekki, ef þetta skemmir eitthvað en þetta er engin stór dómur fyrir þeir eru ekki að gera neitt sem er hræðilegur glæpur, veit ég. Heldur, þeir eru að vekja athygli á okkur málstað. En er ekki bara búið að vekja nóg athygli á þessum málstað? Myndi eitthvað segja. Greinilega ekki, það heldur bara áfram. Sko, ég skil ekki af hverju það er ekki allar ömmur og allir afar brjálaðir. Nei, það er ekki búið að gera nóg. Alls ekki, ég meina það er talað mikið. Þú veist, ég bara aftur, stjórnvöld hafa ekki gert nóg í yfirstandandi þjóðamorði. Yfirlýsingar einar gera lítið og það sjáum við öll sem viljum. Minni á stórfund á Austurvelli á laugardaginn klukkan 2 og einnig víða annars staðar land. Já, Akureyri, Ísafjörður, Húsavík, veit ég allavega. Langaði bara að skjóta því að inn, en já, það er bara ekki búið að gera nóg. Og ég vonast til að verði fjölmenni og mikill fjöldi. Já, ég held að það bendi allt til þess. Mér sýnist það svona á öllu að það verði, þetta er auðvitað fjöldaganga, þetta er þjóðfundur. Það á að halda á þjóðfundi og þetta er svona, þannig að við vitum svo sem alveg að þetta hreyfum mörgum og maður hefur tekið eftir því að umræðan frá því kannski fyrir hálfa ári síðan, hún hefur svolítið breyst að svona fleiri farnir að tala inn í þetta tal einmitt sem þú segir, þetta sem er ekki beint aðgerðir, heldur svona, þeir eru svona farnir að taka undir og maður sér hérna þjóðhöfðingina svona hvernig öðrum, maður sá hérna norski olíusjóðurinn allt í einu hættur í viðskiptum við ísraelsk fyrirtæki og eitthvað svona alls konar hérna þú veist, þetta er að gerast hægt. Litli sigrar, hér og það. Þetta er litli sigrar, en þetta er kannski að gerast ofhægt því að fólkið, það lifir ekki endalaust við þessar aðstæður. Líka eftir að það er 80 ár, sko, og þó að ísraelski herinn skyndilega hætti að drepa og skjóta og
sprengja á Gaza, það er ekki búið. Vesturbakkin bara fullu verið að útrýma fólki þar líka og það er engin Palestína eiginlega verða til lengur sko. Það er að segja nema bara við erum byrjað að fara sér til hjartan á Jemen okkur og já, ég meina þú veist, þetta rosalega mikið framöndan sem að ég hugsa að maður get alveg bara orðið mjög gamall og við höldum bara áfram þarna. Þetta er náttúrulega bara ákveðin prófsteinn. Ég meina það er bara búið að sýna sig að allir mannréttindasáttmálar, öll stríðsákvæði og lög og hvað sem þetta á að heita heldur engu vatni þú veist ekki þarna þannig að þetta er langt frá því að vera búið og við erum ekkert að fara að hætta það er bara ekki, í rauninni ekki búið að tala nóg málstað Palestínu að mínum mati og sko þó að kannski má segja að það hafi orðið ákveðin breyting á með nýri ríkisstjórn á hvernig talað að þá samt var endurnýja samningu við Rabid og það er svo eitthvað svo já og bara lokað á flóttafólk frá Palestínu ég sé bara ekki muna afsakið kúk og skít sko. Nei þannig að sko það fylgir svo lítið þessum orðum það fylgir mér finnst ekkert fylgir þessum orðum ekki neitt þetta er algjör bara einhver hvað heitir þetta hvít þvottur ég veit ekki þvottur einhver og mér finnst í rauninni líka bara með svona auknu ofbeldi gagnvart mótmælendum að þá þurfi stjórnvöld og þá þurfi valkyrjurnar að hafa augu á boltanum þú veist við sjáum eins og þú nefndir aukið ofbeldi aukna hatus orðræðu gagnvart flestum minnihlutahópum og það er bara allt undir þar Já, það er allt bara svona, þú veist, það er svona blikkandi rauðflokk út allt og það þarf ekki að horfa, þú veist, lengra heldur en gríðalegt lögregluofbeldi í Berlín sem er ekkert fjallað í íslenskum miðlum bara ekki neitt og sérstaklega sláandi að maður sér engar fréttir það á RÚV en já, að það verði stigið inn í við erum alltaf nokkrum árum eftir stóru þjóðunum, Bandaríkjunum og þar eru hræðilegir hlutir að gerast þar er verið að pikka fólk bara upp út á götu af óeinkennisklæddum aðilum þannig að búið hervæða þetta heilu borgirnar taka yfir lögregluna með hervaldi þannig að þetta er orðið svona eins og í einræðis og þeim systurum í ríkisstjórn þeim er rosalega mikið hugað öryggi, heyrðist mér. Það eru mikið að tala öryggi og öryggismál. Þannig að það hlýtur að bergmála inn í þeirra helli, niður á Hverfisgötu og Stjórnarráði að tryggja öryggi allra í samfélaginu. Og ég bara skora á þær, ég veit ekki hvort það hlusta á mig, en ég skora á þær að tryggja öryggi allra hópa, sama hvaða skoðanir þeir hafa, að stíga inn í og reyna að gera eitthvað í málunum áður en verður og seint. Ég bara tek undir þetta með þér. Þetta er svona eitt af þessum stóra málum, en það er sem að hefur ég hef svona klórað mér hausnum yfir, er sko svona einhvern veginn vangetan eða viljaleysið til þess að taka þessi samtöl út í samfélagið hjá stjórnmálafólki að taka þessi samtöl út í samfélagið af því að það er augljós eitthvað svona polarisering bara gott dæmi Kastljós með Snorramásinni og henni Þorbjörgu Þorvalds, þar sem að einhverju svona, þú veist, tveimur pólum var svona stilt gegn hvorum öðrum en sko pólskiptin voru mannréttindi. Þannig að maður velti fyrir sér, sko, þú veist, hvenær ætlum við einmitt að taka ábyrgð og hvenær ætlar þetta fólk að taka ábyrgð? Hvenær ætlar stjórnvöld einhvern veginn svona að stíga niður af stallinum og tala við fólkið? Einmitt, augliti til auglitis eins og talað var í kosningabaráttunni af því að það er augljóslega eitthvað að í þessu samfélagi. Það er eitthvað að þegar að mannréttindi eru orðin skoðun. Já, nei, ég hef þá skoðun að fólk eigi að hafa mannréttindi. Nei, ég hef þá skoðun að sumir eigi að hafa mannréttindi en ekki aðrir. Þá er bara allt fallt. Og stjórnvöld stígi niður fæti og setja línu. Nei, þetta bara er
þetta var það bara grundvallar mannréttindi allra manneskja, við eigum öll sömu réttindin og það ekki þetta að ræða það neitt eða semja eitthvað minni handa þessum og meiri handa hinum og það algjörlega það sem við erum að fást náttúrulega með þjóðarmorð. Er það einhver skoðun sem sagt að það sé bara allt í lagi að myrða þúsundir og 100.000? Sko, þá nú auðvelt að bara, já, eins og þú segir, bara þetta tómarum, sko. Leifum því bara að verða eitt allsherjar gat hérna, sko. En það verða að vera stjórnvöld sem að setja, sko, línuna. Við getum náttúrulega alveg reynt það og við gerum það sjálfsögðu, hérna, við sem mótmælum þessi þjóðarmorði, en það þarf að vera einhver með meira vald sem að, já, heldur því fram að þessi lýðræðslega kosin og styðji jafnrétti og, já, ég veit ekki hvað þetta heitir allt saman, þessi fallegu orð, sko. Þið hafið bara potta og hérna fyrir framan utanríkisráðuneytið. Hafið þið fengið eitthvað viðbrögð innan úr ráðuneytinu? Nei. Sem eru þá ekki neikvæð. Ekki frá meira öryggisverðinu sem bak bara vinsælust að hætta að búa til að háa. Nei. Það verið einn einstaklingur verið handtekinn fyrir að berja í potta. Nú, já. Þannig að já, hvenær gerði það er 2 vikur síðan kannski. 3 vikur síðan. Þannig að það var einstaklingur handtekinn fyrir að berja potta fyrir utan utanríkisráðuneytið. Nú þurfum að segja mér að ég hef heyrt þetta. Ég vissi allt. Einstaklingur, var ég ekki búin að segja það? Nei. Marja. Einstaklingurinn komst inn á samt öðrum gesti sem var að fara inn og þess að beri potta þar fyrir innan. Já, ég sé að annar einstaklingur fór með inn. Svo tilkynnt þarna, kemur öryggisvörðurinn og segir biður okkur að fara út. Og við ætlum náttúrulega ekki að fara út. Þá segir hinn einstaklingur við mig, það verður hengja lögregla, ég tek þetta, farðu út. Þannig ég fyrir út og taka þetta upp. Og ég held að sé alveg bara mér sjálf óhætt að segja það. Að þá einmitt var mér líka mjög brugðið. Þá koma þarna tvær ungar lögreglumanneskjur fara inn til að handtaka hann. Ég veit ekki hvort þið séu búin að sjá myndbandið. Jú, ég sé það. Og það var líka aðfarirna þar. Það var líka eitthvað sem að svona efski kynni, ég hafi haft eitthvað tröst til lögreglunar. Það var alveg pottþétt að þá fór það til gluggann. Þetta voru mjög, ekki samlega með það, þetta voru mjög grófar aðfarir. Þessi manneski var ekki að steytast á móti, hún bara lét sig svona að vera þunga og detta niður, hendur hún og teknarlega handjáttun aftur fyrir bak og sko báðir þessir einstaklingar, þetta lögreglufólk, settu fæturna hnén í bakið á þessum finlega ekki svo stóra eða sterklega byggða einstaklingi. Settu fæturnar í bakið til handjáttuna og gerðu þetta mjög ruddalega. Og það spólast líka upp bara hjá mér sko það sem að Helga var að nefna áðan að því ég hafði í rauninni ekki tekið þennan vingil einhvern veginn svona upp í kollinum á mér að sko stór fjöldi þeirra sem að mæta reglulega og mótmæla fyrir málstað Palestínu eru kvenmenn að því sem ég allavega hef vitneskjum og hérna hvort aðferðarnar séu meiri að hendi lögreglu eða annara í samfélaginu hvort að það sé vegna þess. Ég veit ekki, mér finnst þetta bara mjög áhugaverður punktur hjá þér. Óþakkar konur eru náttúrulega að hafa lengi farið í taugarnar og mörgum í samfélaginu. Kannski aldrei verið vinsalar. Nei, það hafa ekki verið vinsalar. En það aldrei leiðilegt hjá þeim. En maður sér það líka bara í aðförum lögreglu að mótmælendum mér finnst það gjarnari að grípa í einstaklinga sem eru að öðru kyni en karlkyn. Þú veist, þetta er bara svona mitt observation og svona ég er bara að hugsa upp átt sko og mér finnst þetta bara mjög áhugaverður punktur sem hún nefndir hérna. Það er mjög mikilvægt því að þá er eitthvað annað munstur líka sem að sko þversker allt hitt sko við erum að tala svona sko hvaða kategóriur það er margar hatta og það skiptir allt máli sko litarhátt, kyn og hvað þetta nú allt heitir sko. Já. Ég ætla að fá að sína áhörundur hérna nokkur myndbönd og hérna þið horfið hérna með mér og við ræðum svo hér eftir augnablik.
Já, þannig sáum við myndbönd sem voru tekin á vettvangi þegar að maður veitist að mótmælendum, ykkur tveimur meðal annars. Þetta er alveg svolítið sláandi. En nú ætlum ég nú geti eitthvað sagt, já, þið voru nú á augrunum. Ég dansaði í kringum hann. Já, Sko, hann- mikil örfæli því. En það var það markmiðið. Já, en við vorum ekki, þegar hann kemur og sparkar í spjöldin, það sem er myndir af börnum að deyja, að það var sveltaði til bana, að það var enginn að ögrunum, hann var búin að sko hjóla, þetta var ekki, þarna var hann búin að koma nokkrum sinnum Einmitt. og reyna að skemma þessi spjöld með myndum af börnum sem eru mjög sennilega látin. Ég get sett frá því að ég var í hópi mótmælenda fyrir fram að lögreglustöðuna fyrir svona ári síðan þegar við þurftum að tilkynna þennan sama einstakling til lögreglu, þannig að lögregla þekkir hann og hann hefur sína sögu. Hann hefur ráðist að mótmælendum áður, ég þurfti að stíga á milli þar sem ég hafði í hótunum við lítið barn. Þannig að það er augljóslega þarna einstaklingur sem að stundar þetta. Þá var hann ég var vísa ekki viðstaddur en þá var hann vist með einhvers konar piparóða á sig sem hann beindi að fólki, ekki satt? Jú, mikið rétt. Þetta er einstaklingur sem augljóslega hefur eitthvað svona taktikal þjálfun. Hann er Ísraeli, hann hefur, ég hef átt í orðaskiptum við hann og þetta er, lögregla veit alveg hver þetta er. Að hún hafi verið þarna á svæðinu, vitandi hver þetta er, hvað hann getur gerst við annað fólk. Það er svolítið sláandi. Já, þetta er ekkert einhver svona maður sem getur ekki, hann er mjög fitt. Það var það sem ég fannst óþægilegast, að því að maður hugsaði hann getur alveg gert eitthvað í alvörunni, hann var ekki bara einhvern veginn að fálma. Nei, og hann hélt líka á lásnum, þetta var mjög einbeittur brotavili. Þú heldur ekki að hjóla lás bara síðan í hendinni þegar þú ert að hjóla. Ég ger það aldrei. Nei, hann var svona einhvern veginn svo púðutunna sem að maður hugsaði allan, og þegar hann hjólaði burtu og komst tilbaka og svo hugsaði ég allan tíma þegar við vorum allan sæki vini sína eða þetta er svona þannig gaur hann er algjörlega hömlulaus þegar það kemur að ætla ég að vera bara svona lági jarðálfur með þetta hann í hug strax. Já, ég fann mér þegar ég var að ganga heim þá einhvern daginn svona ég var að vöra mig hann var svona óþægilegur karakter bara. En þetta er kannski svona, þetta er svona eins og svolítið maður hefur séð í þessum myndböndum sem að er deilt á samskiptamiðlum og af þessum svona síjónistum, ekki einu svona gæsalappir, bara af síjónistum sem að virðast þeir svona tapa sér. Já, aggressjónin er rosaleg og þegar þú segir að hann sé Ísraeli þá er hann vantilega búin að vera í hernum gegna herþjónustu. Við erum öll búin að sjá, allir sem vilja geta séð myndbönd af hvernig hermenn koma fram við til dæmis Palestínufólk og jafnvel bara túrista. Þannig að þá fer ég að skilja þessi svona holling og svona einhvern veginn svona, hvað heitir þetta á íslensku að vera svona entitled Hann bara átti þetta rými og við vorum bara fyrir honum. Sé ég þetta pínu öðruvísi ljósi eða verra ljósi og þessi bandaríski ferðamaður sem við spjölluðum svo aðeins við þarna eftir sem stóð bara og var að tala við okkur og svona spekulera. Ég spurði hann, ég sagði hann eitthvað við það er ekki að hafa þetta eftir það sem hann sagði við mig og það kemur í ljós að hann alltaf það er einstaklingur sem var hann já, svolítið dökkur og það heyrist aðeins í myndbandinu einmitt það segir ennorðið og svona já, nákvæmlega, hann sagði ég bara og mér fannst það næstu því verst því að skammast mér alltaf fyrir að fólk skuli ekki geta komið hingað sem ferðafólk í bara róliheitum og kurteisi og fá svo eitthvað svona yfir sig þá varð ég brjálið En ég þið vona á einhverju núna á laugardaginn, það verður auðvitað stór fundur. Haldið þið að lögregla verði með mótmælendum í liði eða haldið þið að þeir verði einhvern veginn ekki með einhverju liði? Lögregla er aldrei með mótmælendum í liði, ekki bara á Íslandi, þetta er bara alls staðar annars staðar í heiminum, þannig að maður bara svarar því hreint og beint út.
Já, þeir hafa verið lögreglan sem sagt að við gerða byggingar fyrir mótmæli, en ég gerir bara fastlega ráð fyrir því að þeir gera það aftur á laugardaginn. Já, gerir þau Austurvöllin af? Já, mér finnst það svo sem alveg líklegt, en bara aldrei er lögreglan með mótmælendum í liði. Það bara staðreynd. Og það er ekkert að fara að breytast á laugardaginn. En þið hvetið allar til þess að mæta, einhver síður. Og það eru þetta styrkur í fjöldanum. Já, heldur betur. Þetta eru sem betur fyrir örfáir einstaklingar sem leyfa sér að beita svona físísku ofbeldi og beita bara annað fólk físísku ofbeldi á götum úti. Það þarf enginn að vera hræddur við að mæta á mótmæli. Það er vel tekið á móti öllum þeir sem koma og stiga málstæðin. Ég veit það fyrir víst. Það er bara svo gott að vera saman, svona mörg, finna kraftinn. Krafturinn í fjöldanum, algjörlega. Það er bara eins og vítaminsbrauð. Og það bara bætast við öll félög og félagsamtök og fagfélög og verkalýðsfélög. Þetta listin er orðin aðri virðist endalaust, þannig að þetta verður stór viðburður og ég held að enginn sem að lætur sig þennan málstað varða mig láta sig vanta. Ég þakka kærlega fyrir að koma og ég ræða við mig Daniel Þór Bjarnason, Helga Ögmundar og Margrét Baldurs að ræða við mig ofbeldi gegn mótmælendum og ég hlakka til að sjá okkur á laugardaginn. Og á þessum nótum skulum við ljúka borðinu í kvöld. Ég heiti Marja Lilja og þakka ykkur sem áhlýttu samstarfsfólki mínu og öllum góðum gestum þakka ég fyrir komuna og minn ykkur á að á samstöðum.is er hægt að gerast áskrifandi. Það er lítill hnappur sem ástendur áskrift en hvert lítið eða stórt framlag skiptir máli í umhverfi þar sem að fjölmiðlar eiga svolítið erfitt uppdráttar. Þá er mjög mikilvægt að við fylgjum liði að baki þeim sem svona kannski standa að svona aðeins erfiðar en margir aðrir. Eins og til dæmis Samstöðin sem að er fjölmiðlinn ykkar og ég þakka bara kærlega fyrir mig í kvöld. Verið bless. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.